Þessi fjórða stoð sem var mikið rædd núna á þinginu og það bara þessi ótrúlegi vöxtur sem átt sér stað í þeirri grein er bara mjög inspírerandi fyrir held ég bara alla Íslendinga. Þau tímamót urðu á síðasta ári að útflutningur hugverkaiðnaðar var meiri heldur en útflutningur sjávarútvegs. Og útflutningstekjur, tækni og hugverkaiðnaðar á síðasta ári námu tæplega 370 milljörðum króna sem samsvarar 18% af heildar útflutningstekjum hagkerfisins. Tölunar eru náttúrulega bara reyndist þetta ótrúlegar og ég var náttúrulega að sjá þær áður en ef að þetta fer fram sem horfir þá náttúrulega eigum við að vera að einbeita okkur í síauknum mæla þessu. Við lok þessa áratugar gæti hugverkaiðnaður verið verðmætasta stoð hagkerfisins ef rétt er að málum haldið. En þar þurfa náttúrulega innviðirnir samt að vera til staðar, bæði náttúrulega hvað varðar eins og til dæmis í tækniiðnaði hvað varðar raforku, en það þarf náttúrulega auðvitað líka bara að búa til hvata, að það sé fýsilegt að hefja rannsóknir og þróun og búa til eitthvað nýtt. Heimurinn er á fleygiferð að byggja upp innviði framtíðarinnar. Ef Ísland ætlar að breyta þeim stóru tækifærum sem blasa við í gervigreindinni í verðmæti fyrir land og þjóð, þá verðum við að efla stafrænar tengingar við umheiminn. Það var sérstaklega ánægjulegt að sjá umfjöllunina í kringum uppbyggingu og allt norð, Gagnavesis og Akureyri. Við eigum þetta alveg feikilega mikil tækifæri í að gera betur í því að efla gagnavesiðnaðinn. Gagnaverin skipta gríðarlegu miklu máli varðandi gervigreind og annað. Í Grænlandi þar sem ég er vinn, þar er verið að skoða gríðarlega stór vatnsaflsverkefni fyrir gervigreind. Og ég spyr mig að því af hverju er ekki verið að skoða það hér. Það sem kom mér skemmtilegast á óvart að sjá þessa ástríðunan ásetning hjá eins og Eldi og hjá Sveini, hjá Emblu þeir eru að tala bara vörurnar sínar og það sem þeir gera. Þegar ásetningurinn til staðar þá er sýnin svo skýrt. Við erum heppin hérna á Íslandi að eiga miklar náttúruauðlindir. Öflugan sjávarútveg, öflugan orkugeira, við eigum fallegt land, öfluga ferðaþjónustu. En í eðli sínu þetta allt takmarkaðar auðlindir. Og ef við ætlum að halda áfram að byggja hér upp viðnámsþrótt við breytingum á ytri aðstæðum og einfaldlega fjármagna þau lífsgæði sem við gerum kröfu og viljum hafa hér á Íslandi, að þá þurfum við að vera ótrúlega innbeitt í því að halda áfram að byggja upp samkeppnishæft nýsköpunarumhverfi. Það eiga að vera hvatar til þess að búa eitthvað til. Og þá er ég að meina að taka eitthvað úr haustum á þér og búa eitthvað til sem var ekki til í gær.